Þið óðuð í færum í seinni hálfleik. Akkur náðu ekki að skora? Það bara stór spurning. Mér finnst í fyrra hálfleik við áttum 3-4 bara dauða færi en seinni hálfleik þetta bara ótrúlegt í raun. En við áttum marga leikir svona í sumar sem voru bara miklu betri í leiknum en hvað við náum ekki að skora en ég var sann bara mjög ánægður hvernig við spilaðum, hvernig við borðumst, hvernig haldum hausinn og haldum áfram til síðustu stundu skapa færi og sérstaklega vilji til að vinna leik. Já, talar hvernig þið vörðust. Þið fenguð alltaf færa okkur í seinni hálfleik. Var eitthvað svo breyttir í hálfleiknum til þess að verjast betur sóknir framara sem átti fullt að færa með fyrra hálfleik? Já, ég var alls ekki sammála þér. Fram átti kabli 10-15 minnir sem eru í miðjunni halda boltinn betur en þeir áttu aldrei færi. Ég man ekki eftir neinu, ég myndi langar að sjá þetta aftur. En þeir áttu fína möguleika. Vandamál var við breytum ekki skipulagi, við breytum bara nálgun hvernig við erum að fara þetta og í þessi kablan 10-15 minnir sem þú ert að tala við vorum stundum bara að elda boltinn í staðinn bara einn manneski elda boltinn og hinn bara að lesa leik. Það sem hefur við breytt í seinna hálfleik og það gekk bara fullkomlega. En það rétt hjá þér, þeir áttu svona 10-15 bara mikið yfirhöndinu í miðjunni en ég man ekki eftir einhverja dauðafæri sem þeir voru skapað. Fóru upp kantana, áttu skotfæri og svona 1-2 í seinni hálfleik en fóru upp kantana í fyrri hálfleik mikið og komast þar en þeir lokuðu alveg á það þá? Já, þeir fóru nokkra sinnum, eins og ég sagði, við vorum tapað þessi í miðjunni, við vorum melda í staðinn eins og ég sagði, pressa boltamann og hinn lesa leik, það gerðum við í hálfleik og það gekk vel seinna. Af hverju skoruðu þið ekki? Ertu með einhver svör við því? Nei, við erum svona við vinnum rosalega mikið í þessi sóknaratriðum heima og klárum færi og allt þessi hluti. En eins og ég segi, mér finnst í dag og sérstaklega þessi 2, 3 og 4 færi undir lok. Ég held að maður þurfa ekki einu sinni að kunna skora, bara hitta marki í rauninni. En jú, markmaður líka gerði vel nokkra sinnum. Við áttum líka fyrir utan því, marga svona möguleika kannski skapa einn betra færi en það bara erfitt að svara en eins og ég sagði ég samt mjög ánægður með liðið mig hvernig bregðast, hvernig var að spila, halda hausinn og reyna og svona. Þú getur ekki ásaka fólki að skora ekki mark. Ef að gefum okkur það grótt að vinna Magna morgun, hvað finnst þið tímabilið þá vonbrigði? Þeir eru ekkert í neinum almennilegum séns þegar 3 árum fyrir eftir? Fyrir okkur? Já. Nei, þessi tímabili, þetta tala vonbrigði, þetta bara alls ekki vonbrigði eins og ég sagði þér áðan, við erum í 10 ár, rúmlega 10 ár halda þessi lið í bara nánast toppnum í íslenska fótbolta, annarkvort við erum í úrvalsdeildinni eða berjast til að fara og trátt fyrir það við erum í hverju ári að tappa bara fullt af leikmennum sem aðrir vilja fá sem þeim finnst góðir. Og til nefnum síðasta sumar, við toppum bara 7 leikmenn úr byrjunarlið og allt sem búin að skora og ég held að marga þessi lið mundi bara lenda í fílik vandræði. Við erum sjáðu 3 umferða fyrir leikslokk enda einhverja chance. Ég myndi frekar segja að þetta var rosalega hugafæri hjá fólki í kringum mér og leikmennum mínu og svona trátt fyrir allt þessi missir alltaf í einhverja toppbaráttu og ná að vera bara meðal besta liðum í Íslandi. Þannig finnst mér miðað við allt. Við höfum bara verið mjög stoltir og hróskilið fyrir sem við erum að gera. Það allt annað mál sem við búin að venja íslenska fótbolta okkur en við erum líklegir að fara upp og kemur alltaf óvænt eins og í byggarnum og í deildinni og svona. Þannig myndi ég horfa þessi sumar svo ég sagði ef myndi hvað sem lið í úrvalsdeildinni, miklu stærra lið, missa 7 byrjunarleikmenn og alla markaskorari uppi. Ég hefast það að myndi gefa marga leikir góða leikir í fyrstu deildinni. En mér finnst deildin sem við erum að spila marga leikir við spilum vel og áttum fulla erindi til að vinna leikir. Jú, eitthvað er við búin að tappa. En máli ef þú spyrja mér hvort ég myndi vilja fara upp, það myndi ég alltaf vilja og ég skal alltaf með, en ég að þjálfa Víkingur Ólafsvík eða einhverja lið, markmið mér verður alltaf bara að vera í toppnum. Hvort það tekst, það alltaf annað. Takk hérlega fyrir, hafa það gott.